Amen. Dísi þér Jesús. Amen. Við erum komin í nýja tíð. Ég bara lýsi því yfir. Í byrjun ágúst þá upplýði ég ofboðslega sterkt hvernig Guð í rauninni var að færa kirkjuna inn í nýtt tímabil. Og ég er svo spennt. Ég held ég hafi aldrei, bara í lífi mínu, verið eins spennt fyrir því sem að Guð er að gera eins og akkurat núna. Og ég upplifi svolítið mikið að ég hef alltaf verið svolítið að reyna að stjórna hlutunum og ég ætla að hætta því. Allir alveg bara, hjúkitt, takk Jesús, opinberun, halleluja. Því ég upplifi að þegar ég hætta að stjórnast í hlutunum, þá verð Guð að taka stjórnina. Og þá fara hlutirnir að gerast eins og þeir eiga að vera að gerast. Og ég einhvern veginn upplifi það að þegar ég hætti að stjórnast að þá poppa upp fólk sem er tilbúin að stíga undir byrðarnar. Og hér í Smárakirkju er ekki bara stjórn, hérna eru líka stólpar. Fólk sem er tilbúið að bera byrðar í Guðs ríkinu. Og vitið það er bara magna til þess að vita að Guð er að byggja upp kirkju sína og hann ætlar að byggja hann upp. Halleluja. Er þið ekki til í það? Halleluja. Og hlut af þessu er að vaxa í Guði. Það er svo mikilvægt að við séum ekki bara heyrendur orðsins, heldur líka gerendur. Því annars svíkjum við sjálf okkur og við missum að því sem að Guð vill gera í gegnum líf okkar. Við eigum að vera heyrendur orðsins en við eigum að líka vera gjörendur orðsins. Og fyrir þessa predikun þá er Guð virkilega búin að vera að eiga við mitt hjarta hvernig við þurfum að vera í stöðugri bæn til Drottins og líka í lofgjörð. Líf okkar á að vera lofgjörð til Guðs. Líf okkar á að vera lofgjörð. Það þýðir ekki að þegar við komum á samkomu á sunnudögunum að það sé bara líf okkar. Líf okkar er ekki bara hálftími 45 mínútur á sunnudögum. Líf okkar á að vera lofgjörð. Þá vera söngur til Drottins, vitnisburður Drottin. Við eigum að lyfta upp nafni Jesú í öllum kringumstæðum. Má ég heyra amen. Halleluja. Og við ætlum að lesa hérna saman. Við ætlum að fara í Jakobsbrefi 5. kafla í versi númer 13 og það les þannig: líði nokkrum illa ykkur á meðal þá biðja hann. Og vinir, allt og margir, þegar okkur líður illa þá fyrir við símanum, við þurfum að deila með ykkurum og ég sjálfu sér það allt í lagi að deila með ykkurum en það þarf að deila með ykkurum sem að þú treystir. En þegar þið líður illa þá er alltaf leiðin að biðja Jesú. Það er að koma fram fyrir Drottin í auðmýkt og biðja hann að mæta okkur. Biðja hann að lækna okkur. Biðja hann að leysa hug okkar. Því að fyrst og síðast þá er baráttan hug okkar. Baráttan er hug okkar. Þess vegna segir hann við að endurnýja hugsun okkar. Halleluja, höldum áfram að lesa. Þá biðja hann, liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur ykkar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnaðarins og þau skulu smyrja hann með olíu í nafni Drottins og biðja fyrir honum. Hann er að segja, ég vil eiga samskipti við þig hvort sem að þú ert í dalnum eða á hæðinni. Ég vil að þú lyftir upp mínu nafni öllum stundum, ég vil að þú eigir samskipti við mig. Og vinni, við þurfum að muna það á öllum okkar vegum. Þetta snýst ekki það að Jesús er svo sterk, þetta snýst það að ég eigi samfélag við eitthvað sem er sterkur. Og hann er tilbúin að mæta mér þegar á þarf að halda. Og vinni, bænin, hún er svo öflugt fyrirbrigði. Og við stundum fáum ekki út af því að við biðjum ekki og við biðjum illa. Þess vegna þurfum við að vera nákvæm í bæn okkar. Við þurfum að biðja með bæn, beiðni og þakkargjörð. Og þetta er uppskriftabæn með bæn og beiðni.
beiðni eitthvað, hvað vantar mig? Og aftur það þarf að vera í eðli Krists. Við þurfum að biðja samkvæmt eðli Drottins. Og þegar vel liggur á okkur þá þurfum við að muna að lyfta upp nafni Drottins. Að þakka honum fyrir blessanir hans. Því hann trúfastur. Hann nefnilega magnaður og hann elskar okkur. Halleluja. Þannig að hann að biðja að eiga samskipti við okkur. Og þegar við erum að syngja lofsöng, þá erum við að heiðra nafn Drottins. Lofsöngur ekki bara söngur á sunnudögum. Lofsöngur afstaða lífs okkar gagnvart kringumstæðunum. Gagnvart því að vita að hann býr innra með okkur. Það þakklæti fyrir það að við erum aldrei ein, vinir. Hann alltaf með okkur. Og við þurfum aldrei að glíma þannig við kringumstæðunar að við þurfum að vera ein í einhverjum barningi því að hann með okkur. Hann þráir að sjá þig vegna vel. Þannig að þegar þið líður illa þá biður þau. Þegar vel liggur á þér þá lyftur upp nafni Jesú. Og hér kemur síðan fram ef einhver sjúkur ykkar á meðal. Og þetta orð sjúkur, þegar þú skoðar þetta í grískunni, þá þýðir það í rauninni ekki að vera sjúkur. Það þýðir að vera þreyttur. Og ég hef tekið eftir að ég verð þreytt þegar ég ekki tengd við vínviðinn. Ég verð þreytt þegar ég gleyma að lesa orð Guðs. Ég verð þreytt þegar ég fer að gera hlutina í eigin styrk. Ég verð þreytt þegar ég fer að reyna að hugsa með hann niðurstöðu og reyna að finna út úr öllum hlutum sjálf. Og vinir, það nefnilega máli, Guðni, það gengur ekki. Og það sem að Guð vill segja við þig, þegar þú ert þreyttur, þegar þú ert sjúkur og þú ert þreyttur, þá þarft að koma til mín. Og það sem þú þarft að gera að þú þarft að koma fram fyrir öldungana. Þú þarft að koma og vera innan stólpa í ríki Guðs. Sem ekki bara 1 eða 2 vetra á göngunum með Guði, heldur hafa reynslu, hafa gengið í gegnum storminn og komið út hinum megin. Vini, innsti hringur þinn þarf að vera fólk sem að lyftur upp nafni Jesú alveg sama hvað. Vinir, innsti hringurinn skiptir svo miklu máli. Innsti hringurinn skiptir svo miklu máli og Drottinn þráir að setja í kringum okkur fólk sem að lyftir okkur upp, sem að bendir okkur á rétta leið. Og vinir, við erum svo lánsum hér í þessari kirkju að hér eru margir stólpar. Hér fólk sem að getur hjálpað þér á göngunum með Guði. Ef þú stígur að leið þá eitthvað sem að getur hjálpað þér aftur tilbaka. En við erum svolítið fúlsa við þessu. En staðreyndin svo, ef þú ætlar að vaxa og dafna, í Bandaríkjunum talað það að þegar fólk ræður sig hjá Fortune 500 fyrirtækjunum í Bandaríkjunum og þú ert orðin á einhverju svona stað þar sem þú ert orðin leiðtogi, þá finnur annan leiðtoga sem að veit meir en þú og hann hjálpa þér í gegnum, þú veist, að læra inn á starfið, að læra hvernig þú kemur fram við fólk, að læra hitt og þetta. Og við höfum glemt þessu í ríki Guðs. Við þurfum öll eitthvað sem að hjálpar okkur á göngunni. Eitthvað öldung sem að getur sagt okkur til sem við treystum. Halleluja. Og vinir, ég elska nefnilega til dæmis í AA, þá sponsor. Og ég ætla bara að segja ykkur, AA, Bob og Bill voru dýrlega frelsaðir einstaklingar. Allt sem að þeir komu með, allar þá þekkingu kemur beint úr orði Guðs. Og þetta biblíulegt prinsip. Vinir, við þurfum á hvort öðru að halda. Og þegar okkur líður illa, þegar við erum búin að stíga af leið, þá þarf einhver að koma og biðja fyrir okkur. Hann þarf að hjálpa okkur aftur inn á veginn. Því hann mjór, en hann liggur til lífs. Halleluja. Má ég heyra amen. Þetta góð predikun, halleluja. Takk Jesús. Og það sem að mér finnst líka svo magnað, að þarna kemur hann út að við erum búin að vera að tala hvað söfnuður Það eru það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni ekki satt. Alveg eins og hér. Við erum fleiri en 2 og við erum fleiri en 3 og það nokkuð ljóst. En Drottinn mitt á meðal.
Og þarna hann að vísa í þegar hann segir, sá yður sjúkur hann finni öldunga. Hann að tala það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni. Þá getur þú bundið og þú getur leyst. Þú þarft að votta. Þú þarft eitthvað sem að hjálpa þér í gegnum næstu kringumstæður. Og mér langar til að sýna ykkur þetta svona svart og hvítu ef við förum í Markús 2:3. Að þetta frásögn, þetta lækning sem átti sér stað þegar Jesús læknaði lamamannin og við skulum lesa saman. Halleluja. Þetta er góð reikning. Þá komið með lamamann og báru 4. Aftur. Vinir, þinn innsti hringur skipti máli. Ef eitthvað sé þig laman, ef eitthvað sé þig í þreytu að þú búin að vera og þú liggur við veginn, þá þarftu vini sem eru tilbúin að lyfta þér upp og fara með þig í átti frelsarans. Lesum saman. Þá er komið með lamamann og báru 4. Þegar þeir gátu ekki komið með hann til Jesú fyrir fólkinu, rufuð þeir þekjurnar uppi yfir honum. Grófuð þar í gegn, hugsið ykkur. Þetta hefur eiginlega verið svolítið komískt. Þeir hafa verið svo fullir af djörfung þessir vinir hans og þeir hafa bara ákveðið, við ætlum ekki að láta þetta tækifæri fram hjá okkur fara. Og þeir rifu upp þakið á byggingunni. Hugsið ykkur ef einhver væri hérna á þakinu að gera gat. Vildi bara komast inn með vin sinn. Þannig var ásetningurinn, vinir. Og þeir héldu áfram og þeir grófu í gegn og letu síga ofan rekkjuna sem hinn lami lá í. Og hvað segir síðan í versi 5? Þá Jesús sá trú þeirra, segir hann við lamamannin, barnið þitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Sjáið þið mikilvægi fólksins í kringum þig. Og sjáið orðalagið. Hann segir við á alla 4, mikil er trú ykkar. Vinir, hann sagði það ekki bara við lamamannin, hann sagði það við fólki sem kom með lamamannin og let hann síga niður. Og vinir, þegar við erum tilbúin að vera á þeim stað að við erum tilbúin að lyfta upp náung okkar, við erum tilbúin að hjálpa honum, við erum tilbúin að beina honum og rétta braut, þá erum við að gera vilja Guðs og hann mun segja við þig, mikil er trú þín. Og vinir, í dag að þá lifum við í veröld þar sem allir eru uppteknir af sjálfum sér. Við lifum í veröld þar sem að fólk er upptekið af því að fá like og fá hjörtu á Facebook og samfélagsmiðla. Við erum í rauninni að ala upp narsissista. Og ég er ekki að gera lítið úr samfélagsmiðlum, auðvitað eru þetta margs góðir. En við þurfum að passa okkur því að Drottinn vil gefa okkur þennan kærleika, ekki bara til okkar sjálfs og ekki bara til hans, heldur líka til náung okkar. Vinir, við þurfum að vera vakandi og biðjandi fyrir þeim sem eru hér fyrir utan. Og vinir, ef við sjáum að fólk á erfitt, að þá þurfum við að lyfta þeim upp og við þurfum að koma með þá í nærveru Jesú. Og við þurfum að leyfa Guði að lækna. Halleluja. Því að það okkar frelsari. Hann elskar okkur. Hann vill lækna okkur. Hann vill endurreisa okkur. Og nota bene, hann segir þá við alla 4, mikil er trú ykkar. Halleluja, hann heiðrar þá alla. Þannig að mikilvægi fólks í kringum okkur skiptir gríðarlega miklu máli. Og ef við förum aftur í Jakobsbrefið, halleluja, þá þýðir þetta orð heill. Það þýðir restored. Það þýðir að vera alheill til anda, sálar og líkama. Það sem svo magnað þegar við komum saman í einingu andans eins og við erum að gera hér. Það sem meira en 2 og 3 vitni, við getum leyst og við getum bundið. Það sem gerir þegar við leggjum hendur á hvort annað, þá gerir Guð okkur ekki bara heil til anda, hann gerir okkur heil til anda, sálar og líkama. Guð þráir ekki bara einn hlut af lífiðinu til þess að endurreisa það, hann vill endurreisa þig allan. Hann vill endurreisa líka fortíðina.
Hann vill ekki að þú horfir á fortíðina sem eitthvað sem búið spil. Hann horfir á það sem vitnisburð. Og vinir, þegar við horfum á fortíð okkar, við erum ekki full af einhverju ósætti eða reiði eða biturleika eða ósætti við eitthvað sem eitthvað gerði eitthvað á okkur hlut, hugsun frekar. Drottinn mun láta samverka mér til góðs. Þegar það er það sem að Drottinn mun gera. Hann mun láta allar hluti samverka okkur til góðs. Má ég heyra með henn? Þannig að það sem hann ætlar að gera er að gera okkur alheil. Ekki bara að hluta til. Hann vill ekki bara að þú lifir andlegu lífi. Hann vill að þú lifir lífi sem er fullt af honum. Hann vill gefa þér líf í gnægð. Það þýðir ekki að það verði engir erfiðleikar. Það þýðir það að þú verður heill að tækla erfiðleikana. Það þýðir það að mótstaðan sem að kemur gegn þér, þú veist að meiri sá sem í þér er. Þú hættir að hafa áhyggjur á morgundeginum. Þú fer að treysta Guði. Þú fer að leggja alla hluti í hans hendur. Halleluja. Og vinir, kirkjan þarf að komast á hennar stað þar sem að hún er. Að það sé sýnilegt hver hún er. Að hún sé fætur og hendur Jesú. Halleluja. Má ég heyra amen. Takk Jesús. Þannig að Drottinn þráir að lækna þann sem er þreyttur. Halleluja. Í versi númer 15, trúarbænin mun gera hinn sjúka heilan og Drottinn mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann hafa dríkt verða honum fyrirgefnar. Játið hvert fyrir öðru syndir ykkur og biðjið hvert fyrir öðru til þess að verðið heilbrigð. Og vinir, ég held að ástæðan fyrir því að við glímum við krankleika í kirkjunni er að við stundum viljum láta eins og við glímum ekki við neina synd. Það má varla tala synd í dag. En vinir, syndin er sú, hún er í rauninni fjarlægð frá Guði. Fyrsta syndin er uppreisn, hroki og uppreisn. Þetta eru tengdar syndir. Og allar syndir sem að við glímum við eru tengdar upphaflegu syndinni. Við nefnilega þykjumst vita betur en orðið. Og ég ætla bara að nefna eitt í þessu sambandi. Ég hefði aldrei trúað að það væri einhver tímann farið að debeita það hversu mörg kynin eru. Þau eru 2. Guð skapaði karl og konu. Hann skapaði 2 kyn. Þau eru bara 2. Ef einhver er ekki alveg viss, komið til mín eftir og ég skal sannfæra ykkur. Það þýðir ekki að við komum ekki vel fram við alla. Við gerum það sjálfsögðu. En vinir, það er ákveðið design sem að Guð hefur ætlað okkur. Og þegar við erum ekki í áætlun hans, vinir, þá verður allt brogað í okkar lífi. Og vinir, í staðin fyrir að þykjast vera stundum alveg með þetta og við erum orðin þreytt á göngunni, þá þurfum við að játa syndir okkar. Við þurfum að koma fram fyrir Drottinn og við þurfum að biðja hann að leiðrétta okkur. Ég ætla bara að segja það skýrt. Við erum ekki alltaf með þetta. Við þurfum að koma fram fyrir hann og við þurfum að auðmýkja okkur. Hann veit, ég veit ekki. Hann er réttur, ekki alltaf ég. Og mér langar bara að heyra amen við því. Halleluja. Þannig að vinir, játum syndir okkar. Komum ekki á samkomu til þess að láta Jesú samþykkja syndina okkar. Það er ekki í boði. Jesú kom til að frelsa þig frá syndinni. Syndin mun eyðileggja líf þitt. Syndin mun bara taka frá þér. Hún mun aldrei gera þig heilan. Syndin mun taka. En hann kom til þess að gefa þig líf í fullri gnægð. Halleluja. Þannig í staðin fyrir að vera barm okkur, játum syndir okkar. Hættum að haga okkur eins og börn í trúnni. Því að ávextir andans og aftur,
Það eiga að vera ávextir af samfélaginu við Drottinn. Ávextir andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi eða sjálfstjórn. Og langmestir af þessum ávöxtum snú ekki beint á okkur. Það ekki bara kærleikur og gleði. Við að hafa langlindi, við að hafa gæsku, við að hafa góðvild gagnvart þeim sem úti. Og vinir, góðvildin svo að segja sannleikann. Það kærleikur að segja sannleikann. Og vinir, þegar kirkjan ekki bær til að segja sannleikann, þá þarf hún að fara að pakka niður og gera eitthvað annað. Við þurfum að tala sannleikann. Í kærleika að sjálfsögðu. Þegar við erum öll syndarar. Ég ekkert að tala hér frá okkur háum hesti. Ég líka syndari. Ég frelsuð af náð. En það sem ég gera ekki ég ligg ekki í synd. Þá má vera að ég bregst örugglega margsinnis á hverjum einasta degi, annarkvort í hugsun eða í verki. En ég bið Guð að fyrirgefa mér og ég held áfram göngunni. Ég ligg ekki í synd, ég vil ekki lifa í synd. Og vinir, synd áfram synd. Og við þurfum að passa það sem kirkja, við megum ekki segja já og amen við öllu. Við eigum að vera salt og ljós. Við eigum að vera kryddið. Það á ekki að vera það sama. Þegar við komum inn þá á að breytast bragðið. Salti gerir það. Það bara breyti bragðinu. Það verður allt í einu að koma rétt bragð. Allt í einu kjötið orðið gott. Og það við erum búin að krydda það pínlítið. Þannig að saltið mikilvægt, vinir. Og við reynum stundum að þynna það út. En vinir, þegar við ætlum að ganga með göngunum með Guði, þá svo mikilvægt að rétt sé rétt. Og það sem rangt sé rangt. Kirkjan ekki hér til að samþykkja þína synd. Hún hér til að benda þér á Jesú. Hann tilbúinn að frelsa þig frá syndinni. Og hann tilbúinn að endurreisa þig til anda, sálar og líkama. Halleluja. Halleluja. Þvílíkur Drottinn sem við eigum. Og ég bara segja það við ykkur. Hefði hann ekki endurleist mig á sínum tíma í gegnum svo marga kringumstæður, þá stæði ég ekki hér í dag. Og vinni, ég stend hérna í dag sem sigurvegari út af því að hann býr innra með mér. Út af því ég fengið að lægja mig frammi fyrir honum. Því ég hef þurft að gefa upp hásætið hjarta míns og gefið honum það. Það þegar við lægjum okkur. Þegar hann opinbera vilja sinn. Halleluja. Má ég heyra amen. Syndin nefnilega gerir okkur þreytt. Og þegar við játum ekki syndir okkar, eins og stendur svo berlega í þessu versi, að þá verðum við skrítin. Við verðum aftengt Guði. Við hættum að átta okkur á hvað hvað. Og vinir, Guð vill gera okkur rétt. Hann vill gera okkur í réttri stöðu fram fyrir honum. Þannig að við getum gengið upprétt. Og við þurfum ekki að bera, þið veitir, skömmina á okkur. Hann tók hann á sig á krossinum. Ef þú syndar hér í dag sem við öll erum, þá engin fyrirdæming. Þú bara kemur fram fyrir Drottinn með þína syndir. Og hann er traustur og trúr. Hann fyrirgefur þig syndirnar. Hann elskar þig. Halleluja. Þannig að játum hvert fyrir öðru. Og einn punktur í þessu, ekki játa syndir þína fyrir hvert sem heldur. Þess vegna talar hann öldungana sérstaklega. Og hverjir eru öldungar? Það eru þeir sem hafa farið í gegnum eldin, so to speak. Sem hafa reynsluna, þekkinguna. Eru búin að, aftur ekki glænýr, eru með rætur. Sem þið sjáið að ber ávöxt. Og aftur, ég hætt að taka eftir hvað fólk segir. Ég horf á líf fólks. Hver eru ávöxtirnir af lífið þínu? Út af því að ef þú ert tengdur við hann, þá berðu náttúrulega ávöxt.
Þannig að ef eitthvað ekki að gerast í þínu lífi, getur verið að það sé eitthvað synd sem að hindra eitthvað. Komdu með það fram fyrir Drottin. Komdu með það í Jesú nafni. Svo segir kröftu bæn réttláts manns megnar mikils. Og hvað kröftu bæn? Það bæn sem snýst Guð en ekki þig. Aftur, þroski. Muni eftir þegar maður fór með risa stílabókina sína, þegar maður búin að lista upp allt sem mann langað í. Og maður valla talaði við Drottinu hvað hann vildi segja. Og maður var ekkert að lyfta honum upp, það bara, mér vantar. En þegar þú komin lengra í Guð, þá ferðu að átta þig á að hann býr innra með þér og hann hefur gefið þér allt. Þannig að það breytir svolítið hugsuninni sem á að gerast, á að endurnýjast hugsunin. Og allt í einu fer að þakka honum og þú fer að lyfta upp nafn hans út af þú skilur að hann hefur gefið þér allt í syninum sem að býr innra með þér. Því hann megnugur og hann meira að hjálpa þér að sigra sérhverja kringumstæður. Þú þarft ekki að liggja flatur, upprisunarkraftur Guðs býr innra með þér. Þannig að þú ríst upp úr öllum kringumstæðum og þvílíku Guð sem við eigum. Hann nefnilega góður. Halleluja. Og það sem að ég hef tekið eftir, og ég ætla bara að enda á þessu. Kröftu bæn réttláts manns megnar mikils. Það svo mikilvægt hvernig við biðjum. Og það sem að ég hef upplifað þegar ég hef verið að biðja, talandi me, myself and I, þá það að það rosalega gott að biðja út frá ritningunni. Ég ætla að gefa ykkur pínlítinn lykil. Þegar þú ert að biðja, byttu út frá ritningunni. Og ég ætla að koma með dæmi í vanlíðan. Þá rosalega gott að biðja út frá Sálmi 42. Ég ætla bara að lesa hann fyrir ykkur, bara stutt brot. Eins og hindin þráir vasslendir, þráir sál mín þig og Guð. Og sál mín þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Hvenær mun ég fá að koma og sjá auglit Guðs? Hví ert þú buguð, mín sál, og ólgar í mér? Ég veit ekki hversu oft ég hef talað svona við Drottin. Hví ertu buguð, mín sál? Vona á Guð, því enn mun ég fá að lofa hann, hjálpraði auglitis minns og Guð minn. Svo í versi 9 daga býður Drottin út náð sinni, nætur syngi honum ljóð, bændi Guðs lífs míns. Þegar þú ert hræddur og ótti andi. Hafið þið tekið eftir hvernig það kemur eins og andi yfir okkur og við lömumst af ótta. Þetta lamandi andi. Þá hvet ég þið til þess að lesa og biðja út Sálm 34. Ég ætla svo sem ekkert sérstaklega að fara í hann en googlið hann eða bara farið í biblíuna og lesið Sálm 34. Þegar þú ert að iðrast frammi fyrir Guði, þá finnst mér ofboðslega gott að lesa Sálm 51. Og Sálmi 51, ég ætla bara að gefa ykkur svona smá glems. Guð, vertu mér náðugir, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvó mig hreinan af misgjörð minni. Hreinsa mig af synd minni. Ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað. Öll synd á uppruna sinn í einni synd og það uppreisn gagnvart Guði. Guð hefur ákveðið skipulag á. Ef að þú kýst að fara eitthvað annað, þá myndu upplega afleiðingar af því. Út af þú varst skapaður fyrir ákveðið skipulag. Syndin brýtur það skipulag. Endum þetta svona. Skapa í mér hreint hjarta og Guð. Og veit mér nýjan stöðugan anda. Og þetta allt Davíð konungur að tala. Og við getum tekið ljóð Davíð konungs og við getum gert það okkar. Það sem við gerum þegar við erum að tala út reikninguna, þegar við erum að lesa út reikninguna, þegar við erum að biðja út reikninguna, þá erum við að segja, verði þinn vilji á jörðu sem á himni. Það sem að þú ert að gera að þú ert að segja, Drottinn, verði
gatan mín eins og hún á að vera á himni. Verði þinn vilji á jörðu sem á himni. Rísum á fætur.